Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 7. október. Forseta langar til að bjóða hjartanlega velkominn borgarfulltrúa Magnús Már Guðmundsson, en hann að setja sinn fyrsta borgarstjórnarfund. Velkominn. Við göngum til dagskrá og tökum fyrir fyrsta mál sem tillaga Samfylkingarinnar Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata endurskoðun á hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar, og þá tökum fyrstur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Tillagan í sjálfu sér einföld. Hún gengur út á það að þegar hjólreiðaáætlun verður 5 ára, þar sé næsta vor, þá liggi fyrir endurskoðun á henni. Stundum eru hlutir endurskoðaðir vegna þess að þeir hafa ekki gengið nógu vel eða sé að stefni í ranga átt. En í þessu tilviki erum við að endurskoða hjólreiðaáætlun, meðal annars og kannski ekki síst vegna þess að margt hefur gengið mjög vel og sömuleyti hraðar en að hjólreiðaáætlun gekk út frá. Við höfum verið í miklum framkvæmdum við að auka aðgengi og tækifæri til hjólreiða í borginni. Höfum náð samningum við Vegagerðina þátttöku í kostnaði hvað það varðar. Endurskoðun á hjólreiðaáætlun enga síður tímabær og mikilvæg. Hún fæli í sér að farið yrði yfir framtíðar framkvæmdaáætlanir til næstu 3 til 5 ára, en ekki síður að tefla fram og skilgreina aðgerðir til þess að koma til móts við þá auknu eftirspurn sem við finnum eftir hjólreiðum, bæði ungra, til dæmis í tengslu við skóla og annað slíkt, en líka stórra vinnustaða og svo framvegis. Það þarf að auka sýnileika hjólreiða með hjólreiðamerkingunum og við þurfum að huga að hjólreiðabókhaldi og stöðu hjólreiða í stjórnkerfinu. Það má segja að kveikjan að því að bera þessa tillögu fram hafi verið koma Donald Klaus Bonham, sem leikari sem að margir þekki kannski úr Festen, en var nú kannski þekktari sem hjólreiðaborgarstjóri í Kaupmannahöfn. Hann fór síðan fyrir umhverfis- og skipulagsmálum í Kaupmannahöfn 4 ára skeið í tíð Ritt Bjerregaard sem borgarstjóra og leiddi hjólreiðaaðgerðir þar. Hann var hér gestur á samgönguviku og ég átti með honum afar góðan fund það sem að hann teldi máli skipta þegar hjólreiðar eru annars vegar, en hann núna framkvæmdastjóri Landssamtaka hjólreiðamanna í Danmörku. Hann vildi koma á framfæri hrósi fyrir uppbyggingu innviða, en benti á að aukinn sýnileiki væri að mörgu leyti næsta skref, auk þess sem að við getum sótt í sarpinn hjá Kaupmannahöfn og mörgum borgum í heiminum sem að gera áhugaverða hluti við að auka notkun hjólreiða sem samgöngu tækist til og frá vinnu. Allt þetta ætti sem að vera hluti af endurskoðun á hjólreiðaáætlun, auk þess sem að skilgreind væri mælanleg markmið og gert fyrsta heildstæða hjólreiðabókhaldið fyrir borgina, og vonir mínar standa til þess að hvoru tveggja, endurskoðun á hjólreiðaáætlun og fyrsta hjólreiðabókhaldið, gæti legið fyrir næsta vor. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Endurskoðun á hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar alveg áreiðanlega þörf og mikilvæg. Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú unnið að þessum málum alla tíð, vil ég leyfa mér að segja, og á sínum tíma þá var nú byrjað að leggja bæði göngustiga og hjólreiðastiga hér í borginni, og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mjög áfram það að bæta aðstöðu hjólreiðafólks og að fólk hafi raunverulegt val samgöngumáta í borginni. Fólk hafi raunverulegt val það hvort að það vill ganga, hjóla, nota almenningssamgöngur eða bílinn.
til þess að komast á milli og við viljum að þannig verði það áfram. Hjólreiðaáætlun sem að nú var auðvitað unnin að miklu leyti undir stjórn sjálfstæðismanna og við áttum mikla aðkomu að henni að öllu leyti. Það sem að ég að velta fyrir mér í þessu, það kemur eflaust margt áhugavert upp í þessari vinnu, en ég svolítið hugsi yfir stöðu hjólreiða sem samgöngumáta, því að nú þetta að þróast þannig að sífellt fleiri eru alveg klárlega að nota reiðhjól til að komast á milli. Ég einn af þeim, hef reyndar alltaf gert það, ég hef alltaf notað reiðhjól mjög mikið alla tíð. Ég hins vegar notaði ekki mikið á veturna og það til dæmis áhugavert að því að borgarstjórinn nefndi hérna hjólreiða bókhald eða að við þurfum að vita meira tíðnina. Það áhugavert að sjá hvernig það mun þróast yfir veturinn og hver staðan núna. Það eru markmið í aðalskipulaginu það hversu hátt hlutfall muni nota hjól á þessum og þessum tíma, hversu hátt hlutfall muni ganga og hversu hátt hlutfall muni nota almenningssamgöngur. Og það þetta alveg rétt, ég tek undir það að það hluti af því að geta einmitt valið á milli samgöngumáta, að það það að fólk eigi gott með að hjóla, eigi gott með að ganga og svo framvegis. Og auðvitað því fleiri sem að nota almenningssamgöngur ganga eða hjóla, þess meira plásið fyrir bílana á götunum og auki rými fyrir þá sem að vilja nota þá. En ég svolítið hugsi yfir því þegar ég út í umferðinni og við erum út í umferðinni hér í borginni, hvort sem að við erum á bíl, gangandi eða hjólandi, að það það að mér finnst svolítið ómenning vera í hjólreiðunum. Má auðvitað segja að sé ákveðin ómenning í umferðinni hjá okkur bara almennt. En flestir ökumenn stöðva nú á rauðu ljósi og virða ljósaskyldu og halda sig á akbrautum. En því miður að þá eru of margir hjólreiðamenn finnst mér sem að virða þetta ekki. Stoppa ekki á rauðu ljósi, skipta á milli götu og gangstéttar bara sýnt og heilagt og eru hreinlega bara hættulegi sjálfum sér og öðrum í umferðinni. Mér finnst það mjög óþægilegt. Þegar ég á hjóli þá reyni ég eftir bestu getu að virða umferðarreglur, velja það að vera á götunni og þá að stoppa á rauðu ljósi eins og bílarnir. Og ef maður velur að vera á gangstétta þá að hjóla á eðlilegum hraða, taka tillit til annara og fara ekki yfir á rauðum gangbrautarljósum og svo framvegis. Mér finnst það mjög umhugsunarvert hvert þetta mun þróast með aukinni hjólamenningu og auknum fjölda þeirra sem að nýta hjólin. Og mér finnst að við þurfum að gera eitthvað í því. Það verður að vera hluti að þessu. Að auka öryggi í umferðinni, auka öryggi hjólreiðafólks og þar með annara á hjólum og þar með annara sem eru gangandi og svo framvegis. Við verðum að taka á þessu. Það þarf meiri upplýsingagjöf, það þarf meiri vitundarvakningu í þessum málum. Það algjörlega nauðsynlegt. Þannig að það finnst mér þurfa að vera hluti af þessu, það sé svona öryggisáætlun í þessu. Það þarf að auka fræðslu og meðvitund fólks það að þetta ferðamáti sem sífellt að verða meira notaður og við bara hreinlega megum ekki, maður má ekki hugsa til þess að hér verði svo alvarlega reiðhjólaslys eins og maður lesum að verða að hafa orðið erlendis og allt og víða að það sem bara hreinlega eru dauðaslys af völdum notkunar hjóla. Það eitthvað sem við eigum að leggja okkur fram að fyrirbyggja. Þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Ágæta borgarstjórn, forseti. Ég held að þetta sé hinn ágætasta tillaga að fara með þessa metnaðarfullu hjólreiðaáætlun í endurskoðun. Hún var samþykkt held ég í borgarstjórn 15.0 í febrúar 2010
og ég held nú hérna á mjög vönduðum og flottum bæklingi eða bók hreinlega sem var gefin út af því tilefni sem hefur verið mjög mikilvægur leiðarvísir fyrir borgina síðastliðin ár og þar eru sett fram skýr markmið það að stórauka hlutdeild hjólreiða í borginni með því að leggja fleiri hjólastíga og bæta aðstöðuna fyrir hjólreiðafólk. Og það kemur fram líka þarna að hjólastígar eru þarna í febrúar 2010 Reykjavík 10 km, en það kemur fram í áætluninni að þeir skulu verða þá 50 árið 2015, þetta þýðir að þeir gera hjólastíga 10 km á ári og 100 km árið 2020. Þannig að það er því eins gott að spýta í lófana. Ég er ekki alveg klár á því 100% hvað eru margir hjólakílómetrar komnir, en þeir eru mjög margir. Það var margir talað að það átti stað bylting í borginni, hjólabrýr yfir Elliðaárósa, hjólarhraðbraut meðfram allri Suðurlandsbraut, samningur sem borgin gerði við Vegagerðina að tilhlutan Dags B. Eggertssonar borgarstjóra skipti gríðarlega miklu máli, þetta var árið 2012. Og Vegagerðin gengst þar við þeirri skyldu sinni að sjá vegagerð á stoppleiðum ekki bara fyrir einn tiltekinn ferðamáta, þennan ferðamáta sem við köllum bílferðir, heldur líka fyrir aðra ferðamáta, hjól, fyrst og fremst, líka gangandi vegfarendur og í öðrum samningi sem að gerur á sama tíma þá komu almenningssamgöngur á svæðinu inn í samning við ríkið. En þetta gerði borginni kleift að setja 500 milljónir á síðasta ári og á þessu ári og vonandi á því næsta og þar næsta í gerð hjólastíga. Í sumar voru gerði frábæri stígar meðfram Sæbraut, frá Kringlumýrarbraut og niður að Hörpu, líka meðfram Kringlumýrarbrautinni þeirri miklu bílaumferðarbraut. Og svo verður næsta ári haldið áfram á Sæbrautinni eða við Sæbrautina frá Kringlumýrarbraut í Austurátt og Laugarnesi og hjólabrautir meðfram Kringlumýrarbrautinni kláraðar vonandi og svo það stóra verkefnið, það eru hjólabrautir meðfram Bústaðaveginum eins og hann leggur sig alla leið og í þessu muni felast gríðarlega miklar samgöngubætur. Og að því ég með þennan uppáhaldsbækling minn hérna sem að er grunnur að hjóla áætluninni og ég held að það sé á engan halla þó ég nefni þar sérstaklega nafn Gísla Martins Baldurssonar, fyrrum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þá má líka nefna nafn Pálma Freys Anderssonar sem var starfsmaður umhverfis- og samgöngusviðs. Þeir áttu mjög mikinn þátt í þessari metnaðarfullu hjólreiðaáætlun frá 2010. Og það margt hér sem í þessu bæklingi sem stendur ennþá 4 til 5 árum síðar, heldur algjörlega fullkomlega gildi sínu og þar á meðal útreikningar á því hversu hagkvæmt það að ferðast á hjóli. Hversu það skiptir miklu máli að ná hlutfalli þeirra sem að fara á hjóli bara upp örfá prósent. Það kemur hérna, með leyfi forseta, að sparnaður í heimilisrekstri árið 2010, þá heildarkostnaður reiknaður 9.000 á ári vegna hjóls, en 900.000 vegna reksturs á meðalbíl á ári. Og ef að þetta reiknað fyrir alla þjóðina, þá erum við komin, eða alla Reykjavík kannski, þá erum við komin upp í tölu sem svo mörg 0 að ég veit ekki hvort ég færi rétt með, en það allavega mjög mörg 0. Allavega 1000 milljarðar eitthvað svoleiðis. Og það þarf ekki að orðlengja allt það sem kemur fram og alls staðar það sem fjallað mikilvæga hjólreiða, að það eru lýðheilsumarkmið og það sem ávinnst í betri lýðheilsu í borginni.
Ef við förum í umhverfismálin þá það nefnt, aftur með leyfi forseta, að umhverfiskostnaður á ári fyrir meðalbíl 2,8 tonn af koldíoxíði en 0 tonn af koldíoxíði fyrir hjól. Ferðavenjur sýna að ferðir í Reykjavík eru fremur stuttar, meira en helmingur styttri en 2 kilometrar og 75% minna en 5 kilometrar. Það þýðir að vegalengdir eru ekki miklir þröskuldar í samgönguhjólreiðum í Reykjavík, þvert ofan í það sem að stundum haldið fram. Og þeir sem að hjóla að staðaldri vita betur, þeir vita að Reykjavík frábær hjólaborg. Og það sem að byggðin sæmilega þétt, það sem að húsaraðirnar eru sæmilega samfelldar, eins og gerist í velskipulögðum borgum, að það yfirleitt ágætis skjól. Það hefur komið í ljós í ferðavenjakönnunum meðal almennra borgarbúa og líka hjá stórum fyrirtækjum að miklu fleiri vildu gjarnan nýta sér vistvæna ferðamáta og þar á meðal hjól heldur en gera. Og það þýðir það að það heilmikið tækifæri fyrir hendi. Það verður aldrei þannig að allir kjósi þessa ferðamáta eins og hjól, en það stærri hluti en gerir í dag. Í dag eru það 75% allra ferða í og úr vinnu eru farnar á einkabíl, ekki nema 4% á hjólum, sem lítið. Og ég ætla ekki að orðlengja þau markmið aðalskipulagsins, en þau snúast það að breyta þessu, þannig að við verðum árið 2030 komin á sama stað og íbúar í Þrándheimi í dag. Það ekki öfgafyllra en það, að ná þeim sem að fara á hjólum úr 4% í 8%. En þetta sem ég nefni að það reynast margir, þegar aðrir spurt reynast margir vilja gjarnan kjósa aðra samgöngumáta. Þá kom berlega í ljós þegar var rætt sem mest skipulagsmál nýs Landspítala, að þá lagði umhverfis- og skipulagsráð mjög mikla áherslu á það að spítalinn samhliða nýju deiliskipulagi mótaði sér metnaðarfulla samgöngustefnu. Og viti menn, það var gert, og núna í samgönguvikunni sem að borgarstjóri gat daginn, að þá fekk spítalinn, Landspítalinn, þessi risastóri vinnustaður, sérstaka viðurkenningu, og það kemur fram með leyfi forseta í röksemdum fyrir þessari viðurkenningu. Það stendur orðrétt: í könnun spítalans árið 2011 sýndu starfsmenn áhuga á að ferðast með vistvænum hætti og í kjölfari var hafist handa við að bæta aðstöðu hjólreiðamanna og koma á afslætti í strætó og fyrir starfsfólk. Góðri aðstöðu fyrir hjól með hjólastæðum, yfirbyggðum hjólastæðum og læstum hjólageymslum var komið upp. En mesta breyting á ferðamennum starfsmanna var þó eftir að settur var fjárhagslegur hvati með samgöngusamningum í maí á þessu ári, en í kjölfar þess fjölgaði starfsmönnum sem að ferðast með vistvænum hætti 360 manns. Það ekkert smávegis. 28% starfsmanna ferðast nú með vistvænum hætti til og frá vinnu. Enginn neyddur til eins eða neins, heldur eingöngu þeim sem að kjósa aðra valkosti í samgöngumálum, þeim gert að auðveldara að nýta sér það. Og þeim umbunað á sama hátt og segja má að þeim sem að koma á einkabílum til vinnu umbunað með gjaldfrjálsum bílastæðum. Það hefur líka komið í ljós í viðamikilli skýrslu sem að verkfræðistofan Mannvit vann fyrir svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og hefur svo sem komið fram í fjölmiðlum, að íbúum á höfuðborgarsvæðinu mun fjölga 70% til ársins 2040, kannski 40.000 í Reykjavík. Og það kemur skýrt fram í þessari merku skýrslu að eina leiðin til þess að koma í veg fyrir að hér verða algjört umferðaröngþveiti að efla þessa almennu eða þessa vistvænu samgöngumáta, einkum hjólreiðar og almenningssamgöngur.
Titillinn á Evrópsku samgönguviku árið 2014 var og okkar vegir, okkar val. Sá titill frábærlega vel til fundinn. Hann leggur áherslu á að umferðarkerfið má ekki bara þjóna einum tilteknum ferðamáta. Vegirnir í borginni liggja til allra átta og það mikilvægt að halda því til haga að þetta eru vegirnir okkar allra. Borgarstjóri minntist í sínu erindi hérna áðan á ráðstefnu sem var haldin í Iðnó- og samgönguvikunni. Klaus Bondam, fyrrum umhverfis borgarstjóri, eða hjólreiðaborgarstjóri í Kaupmannahöfn var þar og einnig Hanna Scheller sem lýðheilsu sérfræðingur og vinnur fyrir dönsku krabbameinssamtökin og bæði lögðu þau mikla áherslu á það hvað hreyfing holl og nauðsynleg fyrir utan það hvað hún umhverfisvæn og hagkvæm. En Klaus Bondam hann vitnaði þarna í danska stjórnmálamannin Karin Hedegaard sem á hægri væng stjórnmálanna. Hún fulltrúi í Evrópsku loftslagsnefndinni og hún sagði, með leyfi forseta, nýlega: Ættum við að fara amerísku leiðina og gera börnin okkar algjörlega háð því að við foreldrarnir keyrum þau í skólan á hverjum einasta degi árum saman, eða ætlum við að fara norrænu leiðina og skipuleggja borgir og bæi þannig að það sé tekið tillit til mikilvægi hreyfingarinnar og byggður upp innviðir sem að gera börnum kleift að hjóla í skólan. Ég veit hvað ég kýs, sagði Karin Hedegaard, en þess má geta, og það hefur komið fram áður hérna í borgarstjórnarsalnum, að það kannski ekki alveg hægt að stilla þessu svona Ameríka versus Evrópa vegna þess að í Ameríku í mörgum borgum verið að gera mjög stórt átak í að efla einmitt vistvæna ferðamáta, almennir samgöngur og ekki síst hjólreiðar. Það kemur fram í hjólreiðaáætluninni frá 2010, það talað tvennt eins og við gátum áðan, að sem sagt fjölga hjólastígum en líka að bæta aðstöðu fyrir hjólafólk. Og það kannski verður kannski, eða verður ekkert kannski, það örugglega gott tækifæri núna að verður farið í þessa endurskoðun að líta betur á þennan seinni lið áætlunarinnar að bæta aðstöðu fyrir hjólafólk og þá ég ekki síst að hugsa aðstöðu við hinn ýmsu fyrirtæki, hinnar ýmsu stofnanir, við skóla borgarinnar, grunnskóla og framhaldsskóla, við sundlaugar og svo framvegis. Og þar ætti nú borgin að ganga á undan með góðu fordæmi en það hefur gengið mjög hægt. Það vita þeir sem að fara á hjóli, milli Höfðatorgs og Ráðhússins. Á hvorugum stöðunum almennilegt hjólaskýli og hvorugum stöðunum almennileg aðstaða fyrir hjólafólk. Sem náttúrulega frekar sleppt hjá borg sem að vill vera framsækin í þessum málum. En svo koma inn í furðulegar lögfræðilegar flækjur eins og þegar að framkvæmdasýsla ríkisins held ég hún heiti, vill byggja hjólaskýli við alla framhaldsskóla í borginni og þá það skilgreint þannig að það verði þá sem sagt skilgreint sem fasteign og þess vegna þurfa að borga fasteignagjöld og gatnagerðargjöld og svo framvegis og þá þykir mönnum það vera orðið allt og dýrt sem ekkert mjög öfugsnúið af því að kostirnir við það að koma upp góðri hjólaaðstöðu fyrir þá sem að vilja hjóla eru svo margir og miklir og það svolítið skrítið að láta það stranda á svolítið gamaldags lögfræði, verð ég að segja. Í sambandi við það sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kom inn á áðan að þá fannst með hann vera óþarlega áhyggjufullur. Ég ekkert áhyggjufullur, ég bara bjartsýnn. Reykjavík alltaf að verða frábærari og frábærari hjólaborg. Ég hef hjólað hérna í borginni 20 ár og get því borið vitni það, sumar, haust, vetur og vor.
Og talandi auk, ég alveg sammála því hins vegar, ég ætla ekki að gera lítið úr orðum borgarfulltrúans, ég alveg sammála því að auðvitað þurfa þeir sem eru reiðhjólum að virða umferðarreglur og sýna gott fordæmi, það alveg rétt. Og ég viðurkenni það að svona á tímabili að þá kannski fylltist maður einhverju hugmyndum það að maður hefði einhverja móralska yfirburði yfir aðra í umferðinni, en það mikill hroki og borgar sig að venja sig af slíku því að auðvitað það ekki þannig. En talandi hættur að þá líka ágætt að hafa tölur á hreinu og þá erum við bara að tala til dæmis þá sem að látast í umferðinni. Frá 1997, samkvæmt mínum heimildum, hefur enginn látist í hjólaslysi á Íslandi en á 300 manns í bílslysum. Og það segir einhverja sögum það hvar hættan liggur í íslenska umferðarkerfinu. Það er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég tók ekki bílpróf fyrir en ég flutti aftur heim, sem sagt á gamalsaldri, löngu eftir ég flutti heim, en þá hafði ég sem sagt búið í Danmörku frá 16 ára aldri. Á þeim tíma þá hugsaði ég aldrei að ég þyrfti að keyra bíl, af því að ég notaði bara almenningssamgöngur og svo var ég alltaf á hjólinu mínu. Og svo flutti ég heim 21 árs og auðvitað tók ég hjólið mitt með mér og hjólaði í öllum veðrum og ég þótti skrítin. Það eru 20 ár síðan og það mjög margt sem hefur breyst eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á. Og sem betur fer þá fer þetta sífellt batnandi. Það pirrar mig samt enn að ég þarf að hjóla á götunni eða á gangstéttum og víða finnst mér öryggi hjólreiðamanna og gangandi ábótavant. En það hins vegar verkefni framundan og mér finnst mikilvægt að hér náist þverpólitísk sátt tillöguna sem liggur hér fyrir. Og ég vona að við getum náð sömu viðmiðum eins og til dæmis í Hollandi og í Danmörku í nálægri framtíð þegar það kemur að hjólreiðum. Hjólreiðamenningin sem þar er eftirsóknarverð og að henni eigum við að stefna. Fyrir því eru margar ástæður, umhverfislegar, fjárhagslegar, samfélagslegar, lýðheilsulegar og ávinningurinn af því að leggja áherslu á hjólreiða sem raunverulegan samgöngumáta skila sér margfalt í betra og heilsusamlegra samfélagi. Og svo langar mig að ítreka að við þurfum að draga verulega úr einkabílismannum sem hefur haldið Reykjavík í heljargreipum í lengri tíma. Forseti, ég ætla ekki að hafa þetta langt, en það eru nokkur atriði sem ég langar að halda hér til hag í dag sem mér finnast nauðsynleg þegar farið í endurskoðun á þessari hjólreiðaáætlun. Áður en ég kem að þeim þá langar mig að þakka félögum mínum í Vinstri grænum fyrir að hafa sett hjólreiðarækil á dagskrá á sínu tíma. Þó ekki sé hægt að tala hjólreiða sem einkamál vinstrimanna þá hefur það nú samt verið svo að Vinstri græn tóku málið upp á sínu tíma og þóttu auðvitað skrítin eins og með svo margt. En það gott að hjólreiðar eru hættir að vera einhvers konar jaðarmál og bara orðið nokkuð cool og mainstream og til þess erum við í pólitík að koma góðum og skynsamlegum málum til leiða burt sér frá hægrinu og vinstrinu en það nú samt gott að vita af áhrifum vinstrisins á samfélagið. Nóg það. Aftur að atriðunum. Víða borgin ómerkt þegar það kemur að vegvísum og stígakerfinu og það afar brýnt og aðkallandi mál fyrir allt höfuðborgarsvæðið að merkja vel og ekki bara taka mið af því að ökumenn bílar notfæri sem merkingar. Götuheitur eru oft bara sett upp þeim megin sem bíllinn kemur að henni en ekki á hinum endanum eins og til dæmis spottlangar eða þar sem innakstur bannaður nema fyrir reiðhjól og það hefur sýnt sig að vera góður kostur á borgargötum að merkja betur umhverfið. Við þurfum líka að losa hjólinn af gangstéttunum. Það leiðilegt líka að þurfa að fara upp og niður í sífellu og hætta á að rekast á gangandi vegfarendur. Því við eigum öll að vera örugg sama hvernig við ferðumst. Mér þætti það fín hugmynd að útbúa handbók hjólreiðamannsins sem yrði þá unnin á vettvangi borgarinnar, svona handbók Reykvíkinga í hjólreiðum, hjólandi á öllum aldri, því það vill gleymast að hjólreiðar eru þægilegu ferðamáti eldra fólks og eins býð ég spennt eftir skýrslunni hjólaleiðir barna því það á að vera sjálfsagt að hjóla í skólan og skólastjórnendur ættu að hvetja til þeirra í meira mæli og ekki letja. Að lokum langar mig að benda borgarstjóra og þeim sem málin snerta að fara á vel og sitt í ráðstefnuna í Nantes á næsta ári og tala vel þá hjólaþróun sem hefur orðið á landinu frá hruni
Við erum að gera góða hluti og megum vera stolt af því sem þegar hefur verið gert og í dag samþykkjum við enn frekari framgang hjólreiða í Reykjavík með því að fara í endurskoðun á hjólreiðaáætlun sem er í þágu okkar allra. Takk. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mann og aldrei hvað þetta er. Þetta er grænt og rautt, sko. Já, rautt er upp og grænt er niður, sem er ágætt. Já, ég ætlaði nú bara að svona lýsa yfir ánægju minni með þessa tillögu og það er, já, sko, hjólreiðar hérna og aukin tækifæri fyrir fólk til að nota reiðhjól sem samgöngutæki. Ég held að þetta sé nú eitt af því margir myndu halda fáa, en ég segi eitt af því marga sem að ríkir mikil samstæðum í borgarstjórn. Það hefur allavega gert það fram að þessu. Og ég held að flestir, ef ekki bara nánast allir, gerir sér grein fyrir því hvað er margþættur ávinningur í því að auka veg hjólreiða í borginni. Hann er auðvitað fjárhagslegur, bæði fyrir þann sem hjólar og líka fyrir borgina í uppbyggingu á samgöngukerfi og hann er auðvitað lýðheilsulegur. Þar er gríðarlegur ávinningur sem er auðvitað fjárhagslegur líka, það er bæði heilsusamlegt fyrir þann sem hjólar og spara samfélaginu auðvitað mikla peninga með því að bæta heilsu viðkomandi og því fleiri sem að hjóla, þeim mun meira verður öryggi þeirra og þetta er auðvitað öryggisþáttur líka, það er tiltölulega öruggt að hjóla þó að menn, það er helst að bílar keyri á fólk. Það er sagt að það er einhver tilfelli skráð að það kemur nú einhver kannski betur inn á það, að fólk sé að detta af hjólum og það er skráð sem slys en væntanlega verður eitthvað til þess að dettur á hjólunum eins og til dæmis að bíl keyri á það. En ávinningurinn fyrir samfélagið að því að sem flestir hjóli er auðvitað gríðarlegur. Planið sko samkvæmt aðalskipulagi hvað við sjáum fyrir okkur að margir muni nýta sér hjólreiðar til sem reglulegan samgöngumáta er afskaplega hógvært. Það er varla hægt næstu því að kalla það metnaðarfullt, en jú, það er 100% aukning, það er svo sem metnaðarfullt. En talan er auðvitað svo lág og ég þekki það nú sjálfur. Ég ætla nú ekki að guma af því að vera einhver hjólreiðagúrú til margra ára, en hef alltaf annars lagið nýtt mér hjól til fyrst og fremst sem samgöngutæki og einstaka sinnum sem frístundatæki. Þó í auknum mæli frístundatæki núna á þessu ári. Ég segi ykkur kannski frá því, ég sé til. En það er auðvitað mjög gott að hjóla í Reykjavík mjög víða. Þú getur hjólað ofan úr Úlfarsárdal og niður í miðbæ með mjög góðu móti. Þetta þarf aðeins, kerfið er auðvitað aðeins vanþróskað ennþá, þannig að það þarf að stundum ert á götu, stundum ert á hjólreiðastíg, stundum ert á gangstétt og ég þakka nú borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni fyrir þá brýningu að maður eigi að haga sér vel í umferðinni sem hjólreiðamaður. Ég er nú einn af þeim sem að nýti mér svona þá möguleika sem hjólið gefur mér í að skjótast hingað og þangað, stundum á gangstétt og ég reynir nú alltaf að stoppa á rauðu ljósi, sérstaklega ef það er rautt ljós sem er sérstaklega ætlað fyrir hjólreiðamenn. Það er svona ákveðið lágmarksatriði, en þetta er mjög góður punktur hjá borgarfulltrúanum og hjólreiðar auðvitað
eða þú veist, umferðin er náttúrulega aldrei öruggari en má kannski segja, en þeir sem eru í henni. Það eru auðvitað umferðarsóðarnir sem skapa mesta hættu. Það er ekki þeir sem eru vakandi og það er ekki þeir sem eru að fara eftir reglunum, heldur er það umferðarsóðarnir sem annarkvæmt keyra á hratt eða er einhvern veginn út á túni. Það var einhvern tíma talað að gamli kallar með hatt væru hættulegastir í umferðinni, en það var nú af því að þeir fóru gjarnan hægt, en auðvitað er það hraðakstur og umferðarhraði sem er mest hætta af í umferðinni, og það á auðvitað við hjólreiða líka. Við þurfum auðvitað að átta okkur á því að með því að nota reiðhjól í auknum mæli sem samgöngutæki þá eykst hraðinn á þeim og þá fer ekki sérstaklega vel saman að vera með reiðhjól og gangandi fólk á sömu torfu, á sama stíg. Þannig að en þetta er auðvitað allt hlutir sem munu vera teknir inn í myndina við endurskoðun hjólreiða áætlunar og ég vona bara að vegur hjólreiða hér í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu verði sem mestur. Því að það er líka mjög gaman að hjóla utan vega á Íslandi, en við komum að því síðan. Það er sér áætlun. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu, þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hjólreiðaáætlunin sem var samþykkt árið 2010 var stórt skref í átt að betri hjólaborg, en hún var líka stórt skref í því að sýna að stefnu ekki bara gagnslaust plagg, heldur mikilvægt verkfæri unnið markvisst eftir henni. Ég held að það verið mikil lukka að þetta var þverpólitískt plagg og við höfum líka nýtt hana mikið og unnið markvisst eftir henni. Þrátt fyrir það sátt sem var áætlunin á sínum tíma þá er oft staðið mikill styr staka framkvæmdir. Hjólastígar eru gerðir að tortryggilegum gæluverkefnum og umræðan frekar snúist fækkun bílastæða í stað þess ávinning sem verður vegna stígana. Umræðan sem hefur risið upp í kjölfar aukna hjólreiða hefur ekki snúist bætta lýðheilsu, minni bílaumferð eða betri umhverfisgæði, heldur meinta aðferð einkabílnum, hræðilega hjólamenn, dónalega ökumenn og dauðhrædda hundaeigendur. Ég tek hjartalega undir með borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni sem lagði ríka áherslu á að fólk hefði val ferðamáta og ég tel að við sem borgaryfirvöld berum skyldu til að leggja til þau innviði sem þarf til þess að það sé hægt og öruggan hátt. Við þurfum líka að leggja áherslu á öryggi í hvívetna og bregðast við þessum nýju ferðalöngum með viðeigandi fræðslu og infrastruktúr svo við getum haldið áfram á réttri braut. En sú vitundavakning sem hefur orðið í öryggismálum og verður að verða í öryggismálum, það er ekki síst að verða hérna inni það hvernig við ræðum hjólastíga á þessum vettvangi. Því hjólastígar eru aftur ekki gæluverkefni, ekki bruðl, heldur nauðsynlegt vopn, heldur mikilvægasta tæki til að auka öryggi hjólandi. En það er ekki nóg að setja sér markmið og ráðast í aðgerð, heldur verðum við líka að vera markviss í vöktun. Nú er verið að framkvæma ferðavenjukönnun og næstu daga mun Vegagerðin setja á vefinn splunkunýjar slysagreiningar á slysum á gangandi og hjólandi. Af því meira sem við vitum, því betur getum við framfært og uppfærsla hjólreiðaáætlunar í samræmi við nýju upplýsingar á að vera fasti og ég tek ennilega undir með því að uppfæra hana að því leyti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég held að liggja alveg ljóst fyrir að allir flokkar í borgarstjórn eru fylgjandi í hjólreiðum. Við veitum það öll að ágreiningurum virðist oft vera þannig að eins og þetta sé stríð á milli einkabílsins og hjólafólks og þetta sé stríð á milli gangandi og hjólandi og keyrandi og svo framvegis. En það er auðvitað eitthvað sem má ekki vera. Borgarbúar verða að eiga val og hjólreiðar er eitthvað sem er komið til þess að vera og mun væntanlega aukast á næstu árum og áratugum. Í greinargerð með tillögunni að þar kemur fram í rauninni að það verði skilgreindar aðferðir til þess að fá atvinnulífi og stóra vinnustað í lið með borginni með því að hvetja starfsmenn og stjórnendur til þess að hjóla til og frá vinnu. Við í Framsókn og flugvallavinum, við leggjum það til að við byrjum á okkur sjálfu.
Reykjavíkurborg einn stærsti vinnustaður borgarinnar og við getum aldeilis nýtt þennan vinnustað til þess að safna saman upplýsingum, ábendingum og fleiru sem að gæti nýst við þessa uppbyggingu. Hvað þarf að bæta, hvað ber að varast og þessi típiski ágreiningur sem alltaf eru svona margir á hjólum eins og sagt. Þetta bara yfir sumartíman eða þetta yfir vetrartíman? Og við vitum það auðvitað að það ekki alveg allir sem eru jafn harðir að sér að geta og treysta sig til þess að hjóla yfir vetrartíman eins og sumartíman. En ég held okkur vanti kannski svolítið meiri upplýsingar hvernig hlutirnir eru og að því að við erum einn af stærstu vinnustöðum borgarinnar, að þá held ég að við ættum svolítið að nota okkur vinnustaðinn. Og þar að leiðandi og sérstaklega væri gott að nota upplýsingar sem væri hægt að fá núna yfir vetrartíman. Þannig að við í Framsókn og flugvallavinnum, við leggjum fram tillögu sem svohljóðandi að Reykjavíkurborg sýni frumkvæði eflingu hjólreiða til og frá vinnu þannig að efnt verði til átaks meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar að nýta sér hjólreiðar á tímabilinu 1. desember 2014 til 1. maí 2015. Samhliða átakinu verði gerð könnun á því hve margir starfsmenn borgarinnar nýti sér þennan ferðamáta. Með þessu móti sýnir Reykjavíkurborg gott frumkvæði sem einn stærsti vinnustaður borgarinnar og greinargóðar upplýsingar ættu að fást notkun þessa ferðamáta yfir vetrartíman. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það gaman að verða vitni að því hér í dag hvað það góður samhljómur hér í borgarstjórn mikilvægi hjólreiðanna. Það tímanna tákn, það hefur sannarlega ekki alltaf verið þannig. En mér finnst það sýna hvert við erum komin í þessum málum varðandi fjölbreytta samgöngumáta, vistvæna samgöngumáta í borginni að fulltrúar úr öllum flokkum standi hér upp og styðji þetta framtak, dragi fram mismunandi sjónarmið eins og gengur. En umræðan málefnaleg og laus við þau öfgafullu sjónarmið sem stundum við verðum stundum vitni að í almennri umræðu, þar sem látið að því liggja að uppbygging á aðstöðu fyrir hjólandi vegfarendur sé í einhverjum skilningi aðför að þeim sem að ferðast á einkabílnum, snúist forræðishyggju og jafnvel látið að því liggja að það sé verið að teppileggja fyrir einhvers konar stórfellda eigna upptöku þar sem að borgarbúar þurfi að fara að setja slagbrandinn fyrir bílskúrshurðina hjá sér. Þetta snýst alls ekki slíka hluti, þetta snýst einmitt kannski svona ákveðna virðingu fyrir mismunandi vilja borgarbúa, valfrelsi, þar sem að einstaklingar geta annarkvort valið það að vera ekki á bíl eða það sem að fleiri gera í borgarsamfélaginu að menn nýta þessa mismunandi samgöngumáta jöfnum höndum, fara stundum á sínum einkabíl, öðrum stundum hjólandi og í þriðja lagi með almenningsvögnum og það líka mögnuð tölfræði að notkun strætóa í borginni hafi aukist þriðjung, ríflega 30% á einungis örfáum árum. Ég vil bara lýsa yfir eindregnum stuðningi við þessa endurskoðun á þessari mikilvægu áætlun, vildi rétt koma hér upp til þess að hnykkja á því til að í þessari vinnu sé mjög mikilvægt að huga sérstaklega að hjólreiða fólki framtíðarinnar, að huga þá að því að við gerum og vinnum vandaða áætlun uppbyggingu á aðstöðu við grunnskólana í borginni fyrir börnin okkar, þannig að það sé með einföldum og þægilegum hætti hægt að geyma hjólin við skólana án þess að þau fari illa eða verði fyrir skemmdum. Það eins og reynda bara almennt varðandi aðstöðuna í skólum borgarinnar. Það mikið verk að vinna og þyrfti að vera nákvæmari áætlun sem hægt væri að treysta á til framtíðar uppbyggingu, viðhald og endurbætur. En ég vildi leggja þetta inn í umræðunum leið og ég ítreka stuðning minn við þetta þarfa verkefni. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir.
Hæstvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Það er búið að vera ánægjulegt að sitja hérna og hlusta á þessar góðu umræður þar sem að hjólreiðamenning Reykjavíkur er lofuð í hástert og ætla ég ekkert að draga úr því. Það sem að ég er aftur á móti að velta fyrir mér er sem sagt hver er þörfin á því að endurskoða hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar. Hérna liggur fyrir frá febrúar 2010 alveg fínasta skjal, fínt plagg sem að þið hafi allir komið hérna upp og lýst yfir að sé bara mjög vel unnið og hafi markað spor í sögu Reykjavíkur og skipað henni sess sem hjólreiðaborg. Þar sem að ég kom hérna inn í borgarstjórn núna í júní á þessu ári að þá sem sagt út frá þessu fína skjali þá hefur ekkert verið lagt fyrir okkur borgarfulltrúa hvað er búið að gera, hvað af markmiðunum hafa nást. Það er farið hérna mjög ítarlega í markmið með leyfi forseta það hvernig móta skal framtíð heildarsýn og aðgerðaáætlun hjólreiða í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. Ég skil ekki almennilega þörfina á því að fara í endurskoðun núna fyrr en að liggur allavega fyrir hvað er sem að hefur ekki verið gert í þessu. Er búið að gera allt sem stendur í þessu plaggi? Ef það er búið að gera allt, þá erum við ekki fyrir endurskoðun, þá erum við bara að fara í nýja. Í greinagerðinni sem fylgir með tillögunni að þá segir að hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar hafi skilað markverðum árangri. Ok, gott og vel, ég myndi gjarnan vilja fá skjal sem sýnir hvaða árangur hefur nást. Þá er ekki tala um fjölda þess sem að hjóla, heldur hvaða þeim aðgerðum sem eru lagðar til þessu skjali hafa verið framkvæmdar. Og síðan kemur að þeir að skipa nýja nefnd, starfshóp til þess að endurskoða hjólreiðaáætlun borgarinnar. Mér finnst bara tíma okkar miklu betur varið í önnur mjög aðkallandi og brýn málefni, sérstaklega sem snúa að húsnæðismálum borgarbúa. Að við sem eru kjörnir fulltrúar og erum inn á launum hjá borginni, eins og fram hefur komið að ég er alltaf að minnsta kosti á launum hjá borginni, að sé að nota tíman minn í þetta. Þess vegna ég er mjög hlynnt því að við höldum áfram að vera hjólaborg, bara svo það sé alveg ljóst. Ég sé ekki að þessi rétti tíminn eða þörf á því núna að það eigi að fara að skipa starfshóp til þess að endurskoða þetta fína plagg frá 2010 nema mér sé sýnt það að það sé allt búið að gera sem á að gera í því plaggi. Þannig að vonandi getur einhver komið upp og útskýrt það fyrir mér nákvæmlega hver þörfin er á því að endurskoða þetta annað heldur en bara að eyða tíma okkar og peningum í þetta. En eins og ég segi, ég styð hjólaborgina en ég myndi svo gjarnan vilja að það væri þá bara sett endur að þetta væri þá bara áskorun eða lagi fyrir skjalinn það hvernig ætlum að gera þetta. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég hef ákveðið að reyna að svara borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu. Ég tel sér mjög mikilvægt í hvert einasta skipti sem setjum okkur markmið að áætlanir við fylgjum því eftir með vöktun. Síðan við byggum til þess að hjólreiðaáætlun hefur verið farið í ferðavenjukönnun sem verið endurtaka núna. Það verið farið nýjar slysagreiningar. Það er búið að vinna ansi marga stíga eftir en við erum búin að læra af reynslunni hvað fór vel og hvað fór illa. Og ég tel sér mjög mikilvægt að við tökum þetta upp, skoðum nákvæmlega hvaða markmiðum hefur náð, hvað skilaði árangri, hvað ekki, skoðum kortlæningu sem við gerðum hefur tengst við hjólað í vinnuna og séum þannig fullviss sem er rétti leið. Ég held að sé ekki verið að kalla hana umbyltingu á hjólreiðaáætlun, heldur frekar viðbótum eins og frekari skiltun eða öruggari tengingum. Þannig að það er allavega mitt svar. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Við tökum þá til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Er allir í salnum?
Já, það er nefnilega það. Það var tillaga frá... Það hafa farið fram hér tölvupóstsendingar. Eru borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna á því að bera þessa tillögu upp hér? Það er ekki, þið viljið ekki taka hana bara fyrir á næsta fundi með eðlilegum fyrirvara. Vegna þess að nú er þetta ný tillaga sem er að koma fram en ekki breytingatillaga við þá tillögu sem hér liggur fyrir. Þannig að þið dragið hana tilbaka og setja hana inn á næsta fund bara með eðlilegum fyrirvara. Það væri vel hægt að taka hana fyrir hér með afbrigðum. En, já, allt í fínu. Þá leitum við afbrigða til þess að taka tillögu Framsóknarflokksins fyrir hér á fundinum. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Sem á móti kunna vera. Það er samþykkt samhljóða að taka tillöguna til afgreiðslu. Tillagan er svohljóðandi að Reykjavíkurborg sýni frumkvæði eflingu hjólreiða til og frá vinnu þannig að efnt verði til átaks meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar að nýta sér hjólreiðar á tímabilinu 1. desember 2014 til 1. maí 2015. Samhliða átakinu verði gerð könnun á því hve margir starfsmenn borgarinnar nýti sér þennan ferðamáta. Með þessu móti sýnir Reykjavíkurborg gott frumkvæði sem einn stærsti vinnustaður borgarinnar og greinagóðar upplýsingar ættu að fást notkun þessa ferðamáta yfir vetrartímann. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur hvatt sér hljóðs. Forseti, borgarfulltrúar. Já, þetta er ágætt tillaga, svo sem hér er fram komið, svona eins langt og maður nær að átta sig á því núna. Þetta er auðvitað átak og það er svona alltaf spurning hversu miklum átökum við höfum að vera í. Við höfum ekki að reyna að vera með einhverja stefnu sem er til lengri tíma frekar en að vera alltaf að setja upp einhver átök. En í ljósi þess að tillagan kemur hérna fram á fundinum, hún er ekkert kynnt áður, enginn hefur náð að gera neitt eins og kostnaðarmeta eða slíka hluti, þá væri óábyrgt held ég að samþykkja hana, þannig ég legg til að málinu verði vísað til borgarráðs. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og lagt til málsmeðferðartillögu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þá ber forseti upp málsmeðferðartillögu sem hér hefur komið fram að tillögu Framsóknar og flugvallavinna verði vísað til borgarráðs. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá tökum við til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata að endurskoða hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 14 atkvæðum og 1 mótatkvæði. Og borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna hefur áskilið sér rétt til bókunar. Og fulltrúar meirihlutans áskilja sér rétt til gagnbókunar. Og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áskilja sér rétt til bókunar einnig. Hér munum fara fram bókanir að fundi loknum eða undir lok fundar, en við segjum þessu lokið lið 1 og förum í lið